Ja, Arnar, þetta gekk ekki alveg í kvöld en þið sýndu hörku baráttu seinni hálfleik eftir að hafa lent mann undir og verið marki undir. Já, þetta var agalega svekkjandi hvernig þessi leikur þróaðist og einbeitingarleysi í fyrri hálfleiknum sem gerði það að verkum að við vorum í alvöru brekku og við bættum upp fyrir það í síðari hálfleiknum með góðum slatt af karakter en það þarf að fara saman karakter, gæði og einbeiting til þess að ná úrslitum og við náðum ekki kokteilnum alveg réttum hérna í dag en við getum huggað okkur svolítið við hversu mikið strákarnir lögðu á sig í síðari hálfleik og það dugði fyrir þessu stigi en við vildum svo sannarlega öll þrjú. Maður sá það í fyrri hálfleik að menn voru allt og langt frá sínum mönnum og þeir fengu alveg rosalega mikinn tíma til að athafna sig bara. Já, en það var það er erfitt að pressa þegar andstæðingurinn með vindinn með sér. Það var svo mikil hætta á að boltinn komi aftur fyrir varnarlínuna og við vorum kannski aðeins og varkárir í því. Þannig en það sem ég fannst aðalega vont í fyrri hálfleiknum var hvað við vorum hikandi í spilinu. Þetta er ekkert flókið, þetta er svona það bara að rúlla boltann nokkrum sinnum og setja hann í hornin fyrir aftan andstæðinginn og berjast næsta bolta og því miður vorum við að högt á þessu og í raun og veru leiða svona móment til þess að við fáum á okkur að minnsta kosti fyrra markið og svona síðara kemur aðeins öðruvísi sem við erum bara að klikka að koma boltanum frá þannig að þetta eru einföldur hlutir að tala en það er stundum erfiðara að gera þetta þegar maður er út á vellinum á móti vindinum og ykkur er 11 að reyna á mann í boltanum en þetta fór svona, þetta var ekki alveg nógu gott og við ætluðum okkur að taka síðari hálfleikinn og vinna en svo bara á síðustu 1,5 mínútu að þá fáum við okkur mark og við missum mann út af og gameplanið bara út gluggann þar þá þurftum við að endursetja það í hálfleik og byrjuðum síðari hálfleiki mjög sterkt og náðum þessu marki en svo voru vornir ansi þreyttir undir lokinn og náðum því miður ekki að sækja sigurmarkið. Settu samt alveg auka kraftin í gang þannig í blá lokin og voru ekkert langt frá því að bara landa sigri. Nei, ég held að við getum sagt að í síðari hálfleiknum að þá fáum við betri færi heldur en andstæðingur okkar þráttur að við varum manni færri. Í fyrri hálfleiknum þetta færi sem þeir fá, jú, það var gjöf og við gáum held ég 1 eða 2 í viðbót og það er bara það gengur ekki að spila hálfleikinn svoleiðis. Í síðari hálfleikur gefum við engin færi á okkur og við erum manni færi. Í fyrri hálfleik erum við að gefa á okkur færi en þá erum við jafnri stöðu. Það er alveg galið. Það er alveg galið. Það er stundum eins og menn standi upp og stígi upp þegar þeir eru manni undir. Já, þetta náttúrulega þetta bara, menn voru bara sárir yfir því að vera konur í þessa stöðu vegna þess að okkur langaði að byrja vel hérna á heimavelli. Okkur langaði að byrja vel í þessari deild og við gerðum ágætlega á móti Gróttu og við vildum fylgja því eftir hér í dag en því miður tókst það ekki.